Martin, ég nánast orðlaus. Hvað getur þú sagt mér þennan leik á móti Tyrkjum? Ég held að við hefum bara, komið bara öllum heiminum á óvart með þessari frammistöðu hjá okkur í þessu móti. Og ekki bara þessum leik, þetta bara í öllum mótinu. Það var svona svekkjandi að hugsa til þess ef við hefum kannski verið í öðrum riðli. Það var kannski stólið 2 sinnum þar og varum komnir í 16 leik. Meira sig í þessum riðli, Martin, þú veist. Þá erum við bara nálægt því að taka 3 lið af 5, bara, já, 5 sterkust í heiminn, reynilega. Já, ég meina, hver hefði trúaði fyrir þetta mót að við höfum verið inn í leiknum í, já, eins og segir, í 3 af 5 leikjum og verið með, 300 í hálfleik á móti Spán og í leik á móti Serbíu líka í hálfleik, þú veist. Ég hefði ekki sagt að við mig fyrir móti, ég tekið þetta allt saman. Hörðu það, nú tekur bara við skóli á þér, flýgur þú beint bara til Brooklyn, eða? Herru, nei, ég ætla að reyna aðeins að stela nokkrum dögum heima á ég fer. Ég á afmæli 16. þannig ég ætla að reyna að draga þetta eins. En svona í framhaldinu landslið, nú fara þessi gömlu kallar Hlynur og Jón Arnór og Logi, þeir fara svona að íhuga að leggja skóna á hilluna og þú ert á næstur í röðin að taka við keflinu. Já, einn af þeim. Núna opnast fyrir þvílíta skotum, þannig að auðvitað verður, þeir eiga, þú veist, nokkur ár eftir þessu gauðra, ég trúi ekki öðru. Þú veist, Logi forever Jón og skipt hné í Jóni og Hlynur alltaf bara eins og hann og ég ætla ekki að taka 1 Evrópumót í viðbót allan með þeim og svo verður einhver skiptingan. 2017 á Spáni, eða? Já, alveg klárlega. Takk fyrir þetta.